Framhaldsskólinn á Laugum. Rólegur, lítill heimavistarskóli í Suður Þingeyjarsýslu, lítt þekktur fyrir neitt annað en jákvætt orðspor. En á haustönn 2002 gerðist atvik sem breytti ímynd skólans til frambúðar. 3 ungir glæpamenn höfðu skráð sig í skólan og vera þeirra þar hafði gríðarleg áhrif á umhverfið allt í kring. Þessi 3 héngu mikið saman og stafaði kennurum og nemendum ógnaði þeim. Voru þeir kallaðir gettó gangsteraklíkan og stafaði það nafn af klæðaburði þeirra sem var mun skrautlegri en sveitungar átt að venjast. Hettupeysur, skopparabuxunir að njám og New York húfur á hausnum bæði inni og úti. Hallgrímur Jóhann Hallgrímsson, betur þekktur sem Halli, vandræða unglingur úr Breiðholtinu sem var greindur með margfaldan geðklofa. Á það til að halda hann sé Benny Hill, magadansmær eða sótsvartur Harlem gettogangster. Var sendur á Lauga til að afplána dóm fyrir 45 líkamsárásir sama kvöldið. Dómurinn rennur út 2014. Hugsanlega vopnaður og hann ber að varast. Ríkharður Smith, betur þekktur sem Rikki, á uppruna sinna rekja til Þýskalands, talið er að hann hafi verið aðalpaurinn í ungliðarhreyfingu nýnasista þar í landi, eða þar til hann fluttist til Íslands til að boða róttækar stjórnmálaskoðanir sínar. Talið er að hann sé valdur af flestum, ef ekki öllum óuppleystum íkveikjum á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars Laugavegs íkveikjunni. Skráði sig á Lauga síðastliðið haust fyrir slysni, þar sem hann hélt að væri að ræða íslenskar nasista herbúðir. Karl Arnar Ægisson, gengur undir nafninu Kalli í undirheimum Reykjavíkur, stórhættulegur síafbrotamaður í harðri neyslu sem vílar ekki fyrir sér að beita ofbeldi til að ná vilja sínum fram. Er orðinn mjög skemmdur í haustnum af völdum langvarandi fíkniefnaneyslu. Hann er þekktur fyrir að vera höfuðaðilinn í stóra Árna Jónsson Góldúka-málinu og segir það sitt sakaskrá hans. Var lagður inn á Lauga í meðferð þar sem öll önnur úrræði höfðu brugðist. Þessir 3 urðu þess valdandi að ímynd framhaldsskólans á Laugum breyttist til frambúðar. Sept 2002 ákváðu þeir Rikki, Halli og Kalli að láta til skarar skríða. Ætlunin var að brjótast inn í verslunina Laugasel sem er á staðnum. Þeir komu sér vel fyrir niður í kjallara á heimavistinni Tröllasteini á Laugum með kort af staðnum og skipulögðu ránið út í ystu æsar. Eftir miklar pælingar var komist að niðurstöðu sem allir aðilar voru sáttir við og var lagt í hann seint nóttina aðfaranótt 18. september. Fyrir utan Tröllastein beið þeirra ökumaður á bíl með stolnum númeraplötum og héldu þeir af stað. Þegar komið var upp í Laugasel, lagði ökumaður bílsins í hvarfið við húsið og drengirnir 3 stukku út. Allt var með feldu þegar þeir læddust með frá veggjum verslunarinnar
og nálguðust lager hússins. En þá kom babb í bátinn. Hurðin haggaðist ekki sama hversu mikið þeir reyndu. Halla datt á í hug aðferð sem reyndist svo sannarlega vera gagnleg. Þegar komið var inn í lagerinn komust þeir að því að þeir gætu ekki borið allt það sem var þar inni. Á endanum var ákveðið að taka heila kippa af 1 líters kók og átti það að duga. Nú drifu þeir sig í burtu til að fela þýfið og renndi ökumaður bílsins upp að hlöðu einni sem var þarna nálægt. Ætluðu þeir að fela þýfið þar og koma svo að ná í það þegar það væri mögulegt.